Dagskráin hefst með því að Stefán Ögmundsson mælir fyrir minni stofnendanna. Þá flytur Magnús Einar Sigurðsson formaður ræðu. Síðan verða boðnar fram kaffiveitingar. Á meðan við gæðum okkur á góðgætinu, gestum sem hug hafa á tækifæri til að koma fram. Að síðustu verður fluttur þáttur tekinn saman af Stefán Ögmundssoni, stjórnandi okkar ágæti Baldvin Halldórsson. Þá hefjum við dagskrána og býð ég Stefán Ögmundsson velkominn. Kæru gestir, góðir félagar. Mér það bæði ánægju og heiður að hafa fengið tækifæri til að minnast stofnenda hins íslenska prentarafélags. Þeir voru mér þó ekki með öllu ókunnir, því með 7 af 12 stofnendum vann ég og lærði af þeim sem ungur maður. Mér eru þeir allir kærir, þótt ólíkir væru margt. Eitt af þeim öllum sameiginlegt hafa samstaða og eindreginn vilji til þess að láta félag sitt njóta þess besta sem í þeim bjó. Starfið í þágu félagsins var jafn sjálfsagt og vinna, matur og svefn. Hvergi sjást þess gleggri dæmi en frá upphafsárum Prentarafélagsins hversu ríkur þáttur samhjálpin var í hugum þeirra sem þar voru að verki. Með stofnun Prentarafélagsins voru frumherjarnir að leggja á nýjar brautir og ókunnara mestum til verndar lífi sínu og sinna. Þeir voru að stíga hættuspor á tunnum ís þar sem elfur gamalla fordóma og ríkjandi stéttar dunaði undir. Tíðum mátti heyra hótanir og hrakspár svo til hverju spori hinna ungu samtaka. Samstaðan og gagnkvæmur skilningur hinna fátæku hlaut á oft hinnar verstu nafngiftir. Það kom þó ekki í veg fyrir að prentarar ættu þrek og reisn til þess að líta jafnan til næsta manns og gæta þess hvort ekki væri allt með felldu líðan hans. Þótt prentarahópurinn sem stofnaði hið íslenska prentarafélag væri fámennur var styrkur samhjálparinnar til staðar. Skortur og sjúkdómar, einkum berklaveikin, hafði þegar á fyrsta ári höggvið skarð í hópinn og hélt því áfram næstu áratugina. Þótt að tæki 7 ára fá samningsréttinn viðurkenndan, þarf engan að undra þótt sjúkratryggingamálin væru strax á fyrsta ári félagsins þar sem frumherjarnir unnu að. Það var verndun heilsunnar til viðhalds lengra lífi. Viðurkenningin á samningsréttinum var stórt skref að sama marki, tryggingu fyrir heilbrigðu lífi við góða heilsu og aðbúnað bæði einstaklinga og fjölskyldu. Börnin áttu að njóta þess besta sem hægt var að veita. Það var hugsað til fræðslu og menntunar sem undirstöðu andlegs þroska. Stytting vinnudagsins var líka megin áfangi á þessari leið og að því unnið alla tíð að knýja fram styttri vinnudag. Lengi var að því hugað að vernda frístundina og selja hana ekki nema óhjákvæmilegt væri að hraða nauðsynlegu verki. Krafan 8 stunda vinnudag var líka auk þess að gera líf okkar ríkara og frjórra varúð gegn vélinni. Þessi undursamlega smíð sem hugvit mannsins hafði mótað í fjölbreytilegri mynd kveikti von í brjóstum margra, vonin að vélin myndi létta af þeim loki þrældóms. Ekkert var í rauninni eðlilegra en stétt erfiðismanna og iðnaðarfólks sæi birta af degi og hugvitið og snillin sem í véltækninni bjó
yrði upphaf að betri lífskjörum. En þegar ljóst varð að arðurinn af tækninni myndi fyrst og fremst lenda í höndum þeirra sem réðu atvinnutækjunum, hurfu tálsýnir flestra bættan hag við léttari störf. Þannig var það líka með bókagerðarfólk. Meðal bókagerðarfólks við höfum hlotið reykinn af réttunum og vitum nú að vinnuokkutækninnar ein af hættunum sem við búum við. Það hefur ekki aðeins í sér fólgið mengun hættulegra efna, hraða, streitu og sóun á þreki, heldur og það sem manneskjunni ekki síður háskalegt, andlegan sljóleika sem gróðaöflin geta leikið sér með að vild. Þannig skilur tæknin líka oft við manninn sem útslitið fólk í einhvers konar mannsmynd. Þrátt fyrir þetta eigum við mikið af góðri félagslegri lagasmíð sem orðið hefur til vegna baráttu okkar gegnum árin. En sjálf þurfum við að þekkja þann rétt sem hún veitir og auka við hann. Þá erum við á þeirri braut sem frumherjarnir ruddu í upphafi. Það skal enginn halda að kjarasamningar og góð félagsmálalöggjöf sé okkur varanlegur sigur nema við fylgjum honum fast eftir með vökulu auga og varðveislu í starfi. Það starf getur enginn unnið fyrir okkur, hvorki löggjafarþing, ríkisvald né embættismenn þess. 8 stunda vinnudagurinn var stærsti sigur prentarastéttarinnar, sá sigur sem hún vann hér fyrst verkalýðsfélag árið 1921. Hann var tákn skilning á gildi frístundarinnar. Við þennan sigur höfum við aukið 40 stunda vinnuvikan var í höfn. En því verður ekki neitað að vitundin gildi frístundarinnar hefur ekki vaxið í hlutfalli við unna sigra á þessu sviði. Þar erum við eftirbátar þeirra sem hófu hana til vegs í byrjun aldarinnar. Meðan við verndum hann ekki, munu þeir sem eiga gróðan einan fyrir sinn Guð heimta frístundir okkar allar þegar þeim hentar, vitsmuni okkar, heilsu og heimilislíf. Það ekki ný saga að eignastéttin standi ekki við gefin loforð þegar kaup og kjör að ræða. En eins og flest í þróun nútímans bundið meiri hraða en áður, þannig hefur hinn fjármagnaða sjónhverfing og bragðvísi gagnvart okkur og öðru launafólki orðið að fjölþættari og skjótvirkari meðulum til hughvarfa en fyrr. Fortíð og nútíð kallast á. Það kallað á baráttu okkar til að njóta arðsins af tækninni, njóta frístundarinnar. Við megum ekki gleyma því að snilli tækninnar hefur fært okkur marga möguleika til þess. Við megum heldur ekki gleyma því að hér í norðrinu eigum við hvítan snjó, ferskt og svalandi regn og marga heiðríka sólskinsdaga. Það ekki sök brautryðjendanna þótt við látum ágindina æra okkur af leið og fylla líf okkar gervimenningu gróðans og sérhyggjunnar. Þar er sökin okkar sjálfra. Stofnendur samtaka bókagerðarfólks lögðu hinn félagslega grundvöll samhyggjunnar. Okkar að varðveita verk þeirra gegn árásaröflum sérhyggjunnar. Við eigum brautryðjendunum ennþá stóra skuld að gjalda. Þakka þér fyrir, Stefán. Næst tekur til máls formaður félagsbókagerðarmanna, Magnús Einar Sigurðsson. Góðir félagar, ágætu gestir, innlendir og erlendir. Sagan er ekki löng, en hún nógu löng til þess að of margir í verkalýðshreyfingunni
eru henni ekki nógu kunnir. Meðal annars þess vegna hefur ógresinu einstaklingshyggja tekist að skjóta rótum í svo miklu mæli sem raun ber vitni. Verkalýðshreyfingin hefur því miður ekki farið varhluta af þessari óheillavænlegu þróun. Enga er nú ekki bara hrópað á samkomum boðbera frjálshyggjunnar, þau viðhorf eru nú hvarvetna í hávegum höfð. Verkalýðshreyfing, heilbrigðisþjónusta, almannatryggingar, menntunarmálin og nánast öll opinber þjónusta á nú að vera betur komin í höndum einkaaðila. Ríkið neitar að borga starfsfólki sínu mannsæmandi laun á grundvelli þeirra viðhorfa gegn verkafólki sem núverandi stjórnvöld halda uppi. Í framhaldi af því má lesa í leiðara Dagblaðsins að rekstur þess opinbera sé betur komin í höndum einkaaðila. Allt notað til þess að hampa einkarekstri á kostnað þess félagslega. Í þessu sambandi ekki óeðlilegt þó spurt sé, eigum við að hverfa aftur til þess sem frumherjarnir voru að rísa gegn? Eigum við að lofa fólki að deyja drottni sínum í anda frjálshyggju og auglýsingaskrums? Svari hver fyrir sig, ég segi nei. Á þetta hér minnst að mikið í húfi. Störf verkalýðshreyfingarinnar hafa einkennst af varnarbaráttu á undanförnum árum. Þó heldur hafi rofað til í síðustu kjarasamningum og þeir gætu þýtt fyrirheit betri tíð. Augljóst þó að innviðirnir eru verulega veikburða þessar mundir. Þá verður að treysta. Vinna verður að aukinni virkni, almennari þátttöku félagsmanna. Einungis með almennari þátttöku félagsmanna tekst verkalýðshreyfingunni að vera sá bakhjarl og það sóknarafl sem henni ætlað. Valddreifing vinsælt og mikið notað orð, en því miður allt of lítið að fari sig eftir því. Mannfólkið samt við sig og sleppir ógjarna því valdi sem það hefur öðlast. Þess vegna mikilvægt að hafa vakandi auga með lýðræðinu innan verkalýðshreyfingarinnar og að menn dæi ekki þar uppi eins og nátttröll í þeim störfum sem þeir hafa verið valdir til. Þetta tregðulögmál á jafnframt við okkar félag. Jafnvel þó að kosningar hafi verið á hverju ári í því að undanförnu. Höfum þetta hugfast, virkt lýðræði og aukin valddreifing það sem verkalýðshreyfingin þarfnast mest þessar mundir. Takist okkur vel í þeirri innviðaruppbyggingu þurfum við ekki að kvíða framtíðinni. 90 ár frá stofnun samtaka okkar. Á þessum tíma hafa átt sér stað meiri breytingar á störfum okkar og starfsháttum en á þeim rúmu 500 árum sem við höfum notið prentlistarinnar. Og mestar hafa breytingarnar orðið á síðustu 20 árum. Svo miklar hafa þessar breytingar verið að með ólíkindum á telja hversu ósárir við bókagerðarmenn í dag. Dæmi það víða annars staðar frá að bókagerðarmenn hafi ekki bara notið tæknibreytingarna, öðru nær. Víða hefur vofa atvinnuleysis verið fylgikona þess sem við gjarnan köllum tækniframfarir. Hér hefur þetta ekki orðið raunin, að minnstakosti ekki enn sem komið Nokkrir samverkandi þættir hafa orðið okkur til varnar. Bókagerðarmenn gerðu snemma kröfur og samninga réttindin gagnvart hinni nýju tækni. Það gekk að sönnu ekki þegjandi fyrir sig. Atvinnurekendur vildu þar sem svo víða annars staðar deila og drottna. Annar þáttur þess að atvinnuástand gott fyrir bókagerðarmenn að okkur hefur tekist ótrúlega vel upp í menntunarmálum og endurmenntunarmálum. Við heyrum oft öðru haldið fram og þá gleymist gjarnan að það sem við lærðum fyrir hádegi orðið úrelt eftir hádegi. Miðað við það hefur átt sér stað stórvirki í menntunar- og endurmenntunarmálum. Það ástæða til þess hér og nú að þakka öllum og þá sérstaklega kennurum við Bókagerðarskólann það lið sem þessum málaflokki hefur verið lagt. Og við höldum áfram að hafa augun opin. Unnið að framgangi þessara mála í því augnamiði að bókagerðarmenn séu ávallt þeir hæfustu til að fást við gerð prentgripa. Í þessu sambandi má nefna sameiningu iðngreina en unnið að þeim af fullri einurð,
enda það einn mikilvægasti liðurinn í því að við séum ávallt tilbúin til að taka við og stjórna nýrri tækni. Þriðji þátturinn sem svo sannarlega hefur stuðlað að atvinnuöryggi okkar svo mikla aukning sem orðið hefur í framleiðslu prentgripa á undanförnum árum. Sumir segja tíföldun. En atvinnuástand getur breyst á stuttum tíma, það þekkjum við úr sögunni. Þess vegna verðum við alltaf að hafa augun á atvinnuöryggisþættinum. Til þess eru margar leiðir og hef ég þegar nefnt sumar. Breytingarnar halda áfram og það kalla á ný viðbrögð. Störf og starfshættir sem áður lágu langt frá hvor öðrum hafa færst nær og í mörgum tilfellum hafa störf áður ólíkra starfsgreina skarast. Þarna á ferðinni hlutir sem geta verið afar hættulegir okkur verkafólki, höfum við ekki uppi rétt viðbrögð. Dæmir það erlendis frá að atvinnurekendum hefur tekist að etja saman starfshópum og sitið síðan einir að kjötkötlunum. Þetta skulum við ekki láta fyrir okkur koma. Bókagerðarmenn vilja vinna að því í samstarfi með öðrum verkalýðsfélögum að koma í veg fyrir hugsanlega árekstra. Eins og málum nú háttað mikilvægt að félag bókagerðarmanna gerir samskiptasamning við Blaðamannafélag Íslands og Verslunarmannafélag Reykjavíkur. Búið að koma á fót 4 manna samstarfsnefnd á milli félags bókagerðarmanna og Blaðamannafélagsins sem vinna á að traustari grunni fyrir samstarf þessara félaga og bindum við miklar vonir við þetta starf. Koma þyrfti á fót samskonar nefnd í milli félags bókagerðarmanna og Verslunarmannafélags Reykjavíkur. Verum þess minnug að hagsmunir verkafólks fara saman í meginatriðum. Þess vegna ber okkur að stilla saman strengi og ég trúi því að það megi takast. Látum það aldrei yfir okkur ganga að við berumst á banaspjótum innbyrðis. Stillum kröftum okkar saman og treystum þannig hlut verkafólks í aukinni tæknivæðingu og þeim arði sem hún leiðir af sér. Fortíðin geymir merka sögu. Þeir sem stóðu að stofnun samtaka okkar voru framsýnir menn og skildu til fulls mikilvægi samstöðunar enda sjóaðir í harðri lífsbaráttu síns tíma. Fyrstu árin voru harðari skóli en svo að við getum áttað okkur á því til fulls. Við skulum þó gera okkar besta til þess því það ábyggilega ómetanlegt innlegg í hina daglegu baráttu og baráttu morgundagsins að þekkja forsöguna. Afstaða atvinnurekenda hefur nefnilega ekki breyst í grundvallaratriðum þótt vinnubrögð séu önnur og sveigjanlegri. Mótsagnirnar enn þær sömu, stéttabaráttan óhjákvæmileg, hvað sem hver segir og hvernig sem reynt að villa fólki sín. Í sú var tíðin sögu ágripi sem dreift hefur verið hér á samkomunni, segir höfundurinn Stefán Ögmundsson á einum stað. Þær stundir hins vegar alltaf nálægar að ekki má augum hvika frá stöðugri vernd þeirra réttinda sem alþýðan hefur náð með baráttu sinni og samningum og á löggjafarsviði. Þetta að sönnu þörf orð, ekkert sjálfgefið. Á bakvið réttinda okkar og lífskjör liggur þrotlaus barátta, tár og sviti og sagan ólíknust það. Leið og við sækjum fram á veginn verðum við stöðugt að verja hin áunnu réttindi. Það höfum við nýleg dæmi úr þjóðlífinu og allra síðustu dögum höfum við bókagerðarmenn mátt stríða við þá sem í orði kveðnu málsvarar verkalýðs og félagshyggju. Gripuð þeir hið einmanna fljóð og glaðir í prísum dróu, afstyrminn með ölmusuna æptu og hlóu, þrælslund aldrei þrítur mann þar að taka af nógu, hvað Jóhannes og Kötlum í Sóleyjarkvæði. Árið 1923 stóðu bókagerðarmenn í hörðum átökum við atvinnurekendur sem kröfðust þess að umsamin réttindi væru afnumin eða skert og að laun lækkuðu. Staða bókagerðarmanna var erfið, atvinnuástandið slæmt og fátækt almenn. Bókagerðarmenn stóðust þessa árás, þrátt fyrir langa vinnustöðvun héldu þeir áunnum réttindum. Þjóðfélagið krefst allra starfhæfra handa, efnahagur heimilanna krefst þess að allar starfhæfar hendur fjölskyldunar dragi björg í búið. Á sama tíma börnum og öldnum úthýst. Margir
Margur sá sem þarnast aðhlynningar án þess að fá hennar notið. Örugt og lifandi skjól fyrir aldna og unga nokkuð sem verkalýðshreyfingin verður að berjast fyrir að fullri hörku. Allar aðstæður krefjast þess. Líkast til bitnar þetta óréttlæti gagnvart börnum og öldruðum hvað þyngst á konum. Einfaldlega vegna þess að konur axla ábyrgð í þessu tilfelli í ríkara mæli en við karlar. Flestar vinnufæra konur út á vinnumarkaðnum og það nákvæmlega sama hvort litið til þeirra kvenna sem til dæmis vinna á bókbanstofum, ellegar þeirra sem í störfum þar sem krafist háskólamenntunar, konur búa við launamisrétti á öllum stöðum. Orsakir þessa margar en meðal annars þær sem nefndar hér að framan og tengjast ummönnun ungra og aldraðra. Misréttin á milli kynja verður ekki útrýmt nema verkalýðshreyfingin láti máli til sín taka og þá ekki bara í orði kveðnu, það verður að berjast fyrir þessu í fullri einurð, bæði í samningum við atvinnurekendur og með kröfum löggjöf sem tryggi og auki hinn félagslegu réttindi. Í þessu sambandi tel ég rétt að gefa Jóhannes úr Kötlum orðið aftur. Hann ávarpar konur betur en ég geti gert. Dómar heimsins dóttir góð munu reynast margvíslegir. Glímdu sjálf við sannleikann hvað sem hver segir. Gakktu einatt eigin slóð, hálir hvers manns vegir. Skeittu ekki boðin ég bann hvað sem hver segir. Inn í brjóst þitt ein og hljóð rýndu fast röddin þegir. Treystu á þinn innri mann hvað sem hver segir. Framtíðin óskrifað blað. Við skulum ekki vera áhorfendur. Við skulum taka þátt í að skrifa á það blað. Spurningin það hver skrifar á þetta blað. Við höfum þegar kynnst gífurlegum breytingum á störfum og starfsháttum okkar og annarra og við skulum átta okkur á því til fulls að breytingarnar ekki yfirstaðnar, öðru nær. Þessa dagana 2 prentsmiðjur að innleiða tölvutækni við forvinnsluna sem marka enn ein þáttaskil. Í þessu sambandi mun reyna á samninga okkar. Réttur okkar á að vera tryggður, en eins og áður sagt gildir hér að menn þekki rétt sinn og standi vörðumann. Við vitum ekki í smáatriðum hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Við vitum hins vegar að hann boðar áframhaldandi breytingar og við höfum ekki ástæðu til að örvænta ef við höldum vöku okkar. Í því sambandi vil ég nefna nokkur mikilvæg atriði. Í fyrsta lagi, við eigum öll rétt á að hafa atvinnu, skapandi og lífvænlega atvinnu. Þann rétt hefur engin leyfi til að taka frá okkur og þann rétt munum við verja hvað sem það kostar. Í öðru lagi, hvikum aldrei frá því grundvallar markmiði verkalýðshreyfingarinnar að berjast fyrir þjóðfélagi, jafnréttis og bræðralags. Og í þriðja lagi, þekking okkar og lifandi menntun má aldrei dala, því kunnáttan mun reynast okkur drjúgur liðsauki í baráttunni brauðið. Sameining bókagerðafélagana 1980 í eitt félag bókagerðamanna var heillavænlegt spor. Spor sem mun gera okkur baráttuna léttari, spor sem mun treysta atvinnuöryggi okkar og menntun. Spor í anda aukinnar samstöðu, rétt eins og vakti fyrir frumherjunum á sinni tíð. Góði gestir, í dag fögnum við merkum áfanga á langri leið. Framtíðin mun geta blasa við okkur sem bjartur dagur ef við missum aldrei sjónar á markmiðunum og vílum ekki fyrir okkur að takast á við þau vandamál sem upp munu koma. Samstaðan okkar vopn í baráttunni og nú stendur ekki baráttan bara brauðið, hún stendur jafnframt og ekki síður lífið á jörðinni. Það okkar hlutverk að leggja lífinu lið, berjast gegn vopnaskaki og mengun lífríkisins. Við heiðrum brautryðjendurnar einungis með því að sofna aldrei á verðinum. Gott fólk, rísum úr sætum, vottum frumherjunum virðingu okkar og innsiglum með því heitum að halda vöku okkar. Takk fyrir. Ég vil á þessum hátíðisdegi
degi á þessum merku tímamótum hjá ykkar samtökum flyt ykkur kveðjur frá Alþýðusambandi Íslands. Ég vil þakka það frumkvöðurstarf sem að ykkar samtök hafa unnið. Ég vil þakka þá framsýni, þann styrk, þá samstöðu og þann dugnað sem að frumherjar ykkar sýndu. Það hefur skilað sér í öflugu starfi sem verkalýðshreyfingin öll nýtur í dag. Frumherjarnir þeir skildu gildi samstöðunar. Þeir vissu að það sem þeir gátu ekki einn og einn, það gátu þeir með því að standa allir saman. Við í Alþýðusambandi Íslands, við hljótum að virða elstu starfandi verkalýðssamtök í landinu. Við hljótum að meta það starf sem þar er unnið og jafnvel þó fólki verði á mistök eins og þau að ruglast svolítið í áttum í mati sínu á gildi heildarsamtakana, þá hljótum við að meta starfið. Auðvitað harma ég að bókagerðarmenn skul ekki hafa kosið sér íverustað hins íslenska prentarafélags í Alþýðusambandi Íslands. En við stöndum ekki eins og kaþólska kirkjan og lítum á félag bókagerðarmanna sem fráhvarfna kirkju. Og við treystum því raunar að það fráhvarf sem nú er verði ekki varanlegt. Ég endurtek að við metum ykkar starf og við óskum ykkar samtökum góðs gengis. Ykkar 90 ára samtök hafa ekki yfir sér yfirbragð gamalmennis. Félag sem starfar vel, það eldist ekki, þvert á móti, er endurnýjun einstaklingana samfelld, það kemur einn í annar stað og allir búa að reynslu og þekkingu þeirra sem á undan fóru. Ég tek mjög undir þau aðvörunar orð sem hér féllu í máli Stefáns Ögmundssonar og raunar einnig Magnús Einars hér áðan. Við búum í veröld þar sem sérhyggjan sækir á. Sú skoðun að samstaðan skipti ekki máli, þar sem einu gildi sé að kraka til sín það sem hver og einn getur, sú skoðun sækir fram í okkar þjóðfélagi. Og eins og kom fram í máli þeirra beggja, þá gengur það þvert gegn viðhorfum verkalýðshreyfingarinnar, kröfu hennar gagnkvæma ábyrgð og samhjálp. Góðir félagar, það hafa vissulega orðið umskipti í íslensku þjóðfélagi á síðastliðnum 90 árum. Kjörin hafa batnað, félagslegt öryggi hefur aukist. En í verkalýðsbaráttunni verður aldrei unnin fullnaðar sigur. Verkefnið er og verður trúlega alltaf það sama að bæta kjör fólksins, auka rétt þess og treysta félagslega þjónustu. Tryggja hlut hins vinnandi manns í starfi en einnig í æsku og elli eða veikindum, búa betri aðstöðu í félagslegum samskiptum, frítíma og aðstöðu til fjölskyldulífs. Tryggja að tækniþróunin sé nýtt fyrir fólkið og verja hlutinn og þann rétt sem áunnist hefur. Þessi barátta heldur áfram og mun eflaust vara meira en 90 ár í viðbót. Og í þeirri baráttu veit ég að það má treysta á félag bókagerðarmanna, það má treysta á ykkar samstöðu með verkalýðshreyfingunni allri til átaka fyrir bættum kjörum og auknu öryggi þess sem minnst má sín í okkar þjóðfélagi. Þess vegna óska ég ykkur gæfu og gengis á þessum tímamótum og endurtek kveðjur miðstjórnar Alþýðusambands Íslands. Takk ykkur kærlega fyrir. Ágætu samkomugestir. Elsti meiðurinn sem stendur að félagi bókagerðarmanna er 90 ára í dag.
Að baki er lengsta æviskeið launþegasamtaka iðnaðarmanna á Íslandi. Til gamans í því tilefni má geta að 4. desember síðastliðinn var liðin 1 öld frá því að prentsmiðjurekstur var gefinn frjáls á Íslandi. Gamlar og grónar venjur hafa mótast í gegnum tíðina og eru enn í heiðri hafðar. Þrátt fyrir öll tækniundur hafa bókagerðamenn öðrum iðnaðarmönnum fremur náð vald á nýrri tækni til hagsbóta og framþróunar iðngreinarinnar. Þessar gömlu venjur og hefðir hafa verið þrándur í götu hjá mörgum nágrannaþjóða okkar, en hér hefur með þrautsegi og samvisku tekist aðlögun að nýjum vinnubrögðum. Góð samvinna og samskipti félaga okkar er einn af þeim hornsteinum sem framfarir hvíla á. Það fylgir því nokkur eftirvænting hvernig tilraunum sameiginlegar kjarakannanir og fræðslu launamál reiðir af. Samstarf öryggismál og ekki síst samstarf fræðslumál eru einnig mjög mikilvæg. Félagsstarf tekur þróun eins og allt annað. Telja má stórt spor í framfaraátt hafi verið stigið þegar launþegar í prentiðnaði sameinuðust og aðstoðarfólk í prentiðnaði fékk inngöngu í félagið. Þar voru framsýnir menn að verki. Ég vil fyrir hönd Félags íslenska prentiðnaðarins biðja formann Félags bókagerða Magnús Einar Sigurðsson að koma hér upp og veita viðtöku smá gjöf í tilefni afmælisins. Við vonum að gjöfin geti komið að gagni til að safna heimildum merka atburði í sögu félagsins og einnig í sambandi við fræðslumál. Með þessum orðum færum við félaginu okkar bestu árnaðaróskir á 90 ára afmælinu. Gott bókagerðarfólk, góði gestir. Orð mín skulu vera fá. Ég var heiðraður á þann hátt að mig sendu hingað dagsbrúnamenn til að færa ykkur kveðjur og hamingjuóskir í tilefni dagsins. Margt mætti segja samskipti þessara grónu félaga sem yfirleitt hafa verið ákaflega góð og báðum til heilla, en langar ræður eru leiðilegar. Mér var falið hins vegar að færa ykkur gjöf frá dagsbrúnamönnum. Þetta málverk hér er eftir meistara Kjarval og það heitir Ævintýri. Prestur myndi ég þykki að vísu presslegu stundum, prestur myndi segja að starf og líf bókagerðarmanna, félagssamtaka bókagerðarmanna, var eitt ævintýr. En ekki ætla ég að leggja út af því. Það er áletur hérna neðst á þessu merkilega málverki. Þið heyrið að gefandinn er að hrósa gjöfunni en ekki móttakandi. Og það stendur þessi undarlega setning af sem meistari Kjarval hefur skrifað sjálfur. Þá stendur þessi setning hérna neðst svona: þegar að búið er að telja manni trúum aður maður megi ekki sjálfum sér treysta, hverjar þá að treysta? Meistari Kjarval er ákaflega torráðinn bæði í málum og orðum. Ekki kann ég þessar rúnir að lesa, en eitt vildi ég segja,
að væri maður eða manneskja úr samtökum bókagerðarmanna spurð að því hverju hún treysti, þá eigum við dagsbúnamenn þá ósk samtökum bókagerðarmanna til að handa, að þá segi þeir: við treystum ákaflega vel samtökum bókagerðarmanna. Með þessum orðum vildi ég biðja Magnús Sigurðsson, formann félagsins, að veita þessu móttöku. Þetta með hlýjum kveðjum og góðum hug frá dagsbúnamönnum. Njótið þess. Virðulega afmælisbarn, virðulega stjórn, góðir gestir og félagar. Ég vildi biðja formann félagsins að gera svo vel, ef hann þekkist þetta, að gera svo vel taka við þessu umslagi. Það orðið vel, því það hefur verið í mínu húsi og ég vona að þið hafið einhver eða skilning á því að ég met félagið eins og það á skilning. Jag är stolt för att jag är väldigt prentare. Ärade åhörare, förlag Bokagerdarmanna. Från begynnelsen HID Isländska Präntara förlag firar nu sitt 90-årsjubileum. Från Nordisk Grafisk Union och därmed de samlade grafiska arbetarna i Norden vill jag framföra våra hjärtligaste gratulationer och varmaste välgångsönskningar. Liebe Kollegen und Kolleginnen, meine isländische Sprache ist nicht so gut und Holländisch scheint mir auch nicht gut zu verstehen für euch. Dann bleibt nur die Möglichkeit, eine Fremdsprache zu benutzen, und weil mein Deutsch besser ist wie Englisch, werde ich Ihnen ins Deutsch zusprechen. Glücklicherweise sind Dolmetscher da, uns einander besser zu verstehen zu lassen. Ammattiyhdistystoverit meillä on tapana yleensä sanoa tällä lailla. Suomen kirjatyöntekijäliiton puolesta minulla on mieluisa tehtävä tuoda teidän juhlivalle liitollenne liittomme tervehdys. Jossakin mielessä olemme ikätovereita, johtuen siitä, että myös Suomen kirjatyöntekijäliitto on aloittanut toimintansa vuonna 1897, vaikka se jo 3 vuotta aikaisemmin perustettiinkin. Haluatko tähän vai? Käru formadur, käru islensku felagar. Nå har jeg brukt opp mitt islandske vokabular, så nå må jeg gå over til vanlig norsk som vi bruker det i Norge i dag. Kære venner, kære kammerater. Kære venner og félagar. Vi er 3 grafiske forbund i Danmark. Det kan være beklageligt, at vi ikke endnu har nået at blive et forbund. Men det skal ikke forstås sådan, at vi ikke er enige. Við erum 3 bókagerðarfélög í Danmörku og því miður hefur ekki tekist að sameina þau eitt. En því þó ekki þannig varið að við getum ekki átt sameiginlega hluti. Nei, byrjumvist. Nei, hún verður að færa sko. Nei. Det således at det ikke hverjum deg at føringar har møvelaga til at halda taler og Íslandi og førerskon. Og tog har vi sagt ved mig sjálvan at sjálft om hun prenta og i nesten litt riten så at jeg leser henne på førerskon. Hann er búin að ákveða að lesa ræðu sína á færeysku þrátt fyrir það að hún sé prentuð í ritinu og kannski vegna oftrúar Íslendinga á skilningnum. Herra formaður, góða samkoma. Slíka løtu som hesa reikar húurinn og tu røyner som utlendingur at uimynda ter hendingar i íslenskri sögu
som ligger til grunn til fyrir som hatigherhalte. Du regner at øymynda til Are Hinvoisa og Snorra Sturlason vi Hanskringlo, og allar hinar og i feste åra ble vi uthavsens menta og strendur, og en prente kom til lands. Virðulegu gestir, gleðilega hátíð. Eins og komið hefur fram, hefur einn af forustumönnum prentara í áratugi, Stefán Ögmundsson, baráttumaður fyrir bættum kjörum og betra mannlífi, vinnandi fólks í landinu, tekið saman þessa dagskrá sem hann kallar Sú var tíðin. Stiklur á stóru í sögu bókagerðarmanna í 90 ár. Flytjendur eru setjararnir Þóra Elva Björnsson, Jakob Þór Einarsson, Jón Júlíusson, Júlíus Brjánsson og Baldvin Halldórsson. Kvæðamaðurinn Grímur H. Lárusson flytur prentararímu Þorsteins Halldórssonar og alþýðukórinn syngur undir stjórn doktors Hallgríms Helgasonar. Sjá góðan gesti, hann brýtur sér völd fram bræðum og dal. Hann blíð yfir blessum hverja tíð. Systur kæru í svartri list, sitji nær oss lengi, harpan bærist til hljóma þyst, hreif ég skæra strengi. Og svo kemur hér ríman. Orðsins mennt var ykkur til, andans hvestist vigurinn. Þegar prent var þekkt hjá liðum, það var mesti sigurinn. Svarta listin löndum réði, lifna kvæð og sögur brátt. Fræða þystu flutti geði, fróðleg skæð og andans mátt. Svörtum fingrum settu letur, sveinar prentsins allan dag. Orkuslingir vor og vetur, vörðu mennt og lífsins hag. Tímans kallið hraðar, hrífur drengi meir en fyrr. Nú fall að nema staðar, nú má enginn sitja kyrr. Söngur stálsins stæltur niðar, stórum magnast véla fans. Flaumur málsins áfram yðar, ekki gagnast hygnestans. Fylgjum þróun véla vandans, vinnum dáð með öflum þeim. Munum þó að orka andans á að ráða vorum heim. Hrindum vanda, bregðum brandi, bjóðum grand ef sótt að. Aldrei handa bíli bandið, bróður anda sameinað.